Góðan daginn. Við erum búin að tala um branding upp á síðkastið og þegar við erum komin á þann stað að við vitum hvernig brand við viljum byggja upp, þá er komið einmitt að því að byggja þau upp, bæði í hugum fólks, en líka þannig að þau fái rétt tilfinningarna til okkar. Það eru tveir hlutir sem eru gríðarlega mikilvægir að athuga þegar það kemur að þessu stigi. Annars vegar er að átta sig á öllum þeim stöðum þar sem að fólk getur komist í snertingu við brandið okkar, eða það sem við köllum oft snertipunktagreining. Síðan er það að endurtaka. Horfum aðeins á þetta fyrsta, snertipunktagreininguna. Þú ert með brandið þitt á hreinu og við þurfum að finna alla litlu punktana allstar þar sem fólk kemst í snertingu við þig. Vegna þess að í gegnum alla þessa punkta viltu vera að byggja upp brandið, koma þessum eiginleikum til skila, stimpla það inn. Það eru svona stórir og augljósir hlutir eins og það að ef þú ert með versluna, þá er náttúrulega verslunin stór snertipunktur við viðskiptavinin. Vefsíðan þín, auglýsingar, bæklingar, annað svona stórt, svona klassískt markaðsefni. En það sem er kannski gleymist oft og er það sem að kostar okkur minnst í peningum, en getur verið gríðarlega áhrifaríkt, það er að hugsa ýmsa svona ekki eins augljósa hluti. Það eru svona snertifletir eins og textin sem kemur frá brandinu þínu. Hvernig talar brandið? Hvernig er tónninn? Er hann formlegur? Er hann léttur? Hvernig, vegna þess að við vitum það með fólk, að hvernig það talar er stór hluti af því hvernig við sjáum það. Og það er alveg eins með brandið okkar. Hvernig eru skrifstofurnar þínar? Ekki bara verslunin eða móttakan þar sem viðskiptavinir koma almennt inn, heldur líka bara skrifstofurnar þínar vegna þess að þar ertu bæði, af og til með viðskiptavini, en jafnvel þá þú sért ekki með viðskiptavini, að þá eru skrifstofurnar samt sem áður staður þar sem að starfsfólkið þitt og þeir sem að vinna með þér komast í snertingu við brandið þitt. Og ef að við erum að koma því til skila þar líka, þá hjálpar það okkur að svona sletta aðeins, eat, sleep and breathe it. Hvernig svarar síman? Er það með formlegt og stíft? Er það létt? Hvernig er kveðjan á símsvaran? Ég veit til dæmis af einni sem að hringir í símsvaran hjá flugfélaginu WOW, bara því að finnst símsvarin svo skemmtilegur. Reikningarnir sem þú sendir út eða kvittanir eða annað, ertu með eitthvað þar til þess að stimpla inn brandið þitt? Pakningin utan vörunni þína, og þá meina ég ekki bara flotta fína hannaða pakningin heldur hvernig pókin sem er labbað út með eða hvað sem er annað. Hugsaðu hvern einasta snertiflötu viðskiptavinin og skoðaðu hvernig þú getur notað hann til að koma brandinu inn til skila. Það sem það síðan að gera er að endurtaka það og stimpla það inn. Tölum aðeins betur það í næstu viku.